Hverjir eru ánægð? Það komið að þessari stundu. Við ætlum að taka móti manneskjuna og hlustu vel. Manneskjan sem gaf fyrsti spádóminn. Og fyrir það manneskja höfum við fengið blessunin og við erum hér á réttum vegum. Ánægð. Systir okkar María Luisa sem spámaður og postull Guðs. Og já, með ykkur systir María Luisa hér í dag og Guð blessi ykkur öll. Mjög góðan dag, minn kæru bræður og systur hér í Argentínu. Bræður og systur, ég mjög ánægð að vera hér með ykkur og dyrðina sé fyrir Guð okkar daginn í dag. Og við viljum að Guð gerir sig opinbera stórkostlega hér og hann hefur lofað það þannig og í dag lofaði Guð, eða hann lofaði nokkrum þarna sem voru afturi að hann ætlaði að lækna þeim. Þau eru með krabbamein og Guð lofaði að lækna þeim. Dyr sé Guði. Þegar ég labbaði framhjá og ég lagði hendurnar á nokkrum sem eru með krabbamein og Guð sagði ég mun lækna þau. Dyr sé Guði, blessaður sé nafni Guðs. Og ég veit að þetta þannig og verður þannig að því ég þekki minn Guð fyrir 50 árum. Þökk sé Guði, þökk sé okkar Guði því með fá ykkur sæti og við ætlum núna að hefja í Sálmarnir 51. Sálmar 51 og hér stendur: Þá Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsebu. Guð vertu mér náðugur sakir elsku þínar, afmábrot minn sakir þínar miklu miskunnsemi. Og við vitum að þetta var Jesú Kristur og Jesú Kristur var með rödd fyrir einhverjum. Fyrir hver var það? Fyrir þau sem voru eftir frá Ísrael og þau sem eftir voru var sem sagt hópur að Ísraelsmenn og gyðingar sem að Guð valdi svo að kirkjan Guðs gæti komið í gegnum þeim. Svo að Jesú Kristur myndi koma hér í holdinu og svo kirkjan og þau sem voru eftir höfðu syndgað líka því þau voru á meðal gyðingana. Þau voru á meðal liðið Júda. Þannig að þau sem voru valin höfðu líka syndgað fyrir framan Guð og Guð í stað þess að refsa þau hafði hann miskunn og hann sagði ég get ekki eyðilagt þau sem eftir eru því ég lofaði Abraham að ég myndi búa til lið fyrir sig sem myndi vera eins og sandur í ströndina. Og þess vegna sagði Guð hér ég get ekki eyðilagt liðið að því ég lofaði Abraham að ég ætlaði að vera með lið sem myndi lifa sem væri kirkjan. En hann sendi þau sem eftir voru sem sem sagt leifarnir af hinum voru send til Babyloni og voru refsaðir í mörg ár. Og það stendur hér: Þó mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot minn og synd minn stendur mér stöður fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt í augum þínum. Því ertu réttlátur, þú talar, hreinn þú dæmir. Og sjáðu þið hvað stendur í vers 7. Sjá, sekur var ég, ég var til,
syndugur móðir minn fæddi mig. Og þennan vers, nummer 7, uppfylltist á mörgum háttum. Þegar hann segir, sjá sekur var ég, ég var til. Ef við ætlum að tala líkamlega. Það sem líkamlega þá sem sagt, þau sem eftir voru sem að Guð valdi til þess að halda áfram með kirkjuna, þau höfðu syndgað því þau fóru eftir skurðgoðadýrkun og þau byrjuðu að fara eftir öllum þessum hlutum sem að þjóðirnar fóru eftir, sem að trúðu á dauðu fólkinu, á stjörnurnar, á mánina, sólina og allir þessi hlutir, og þetta voru þeirri guða. Og þegar þau sem voru eftir komu sem sagt til Egypt, byrjuðu að syndga líka. Þannig að Móses gat ekki meir. Hann gat ekki meir með þessum liði og hann vildi koma sem sagt að móti og hann vildi eyðileggja. En Guði var beðið að gefa þeim tækifæri, að eyðileggja þau ekki. En síðan að þetta lið sem að var eftir, sem að Guð hafði valið, þau byrjuðu með að syndga. Þannig að við ætlum að byrja að íhuga og rannsaka að Jesú Kristur sem maður, hann var hlutur af þessum hlutum sem að var eftir til þess að stofna kirkjan. Jesú Kristur var andlega með þau sem eftir voru í Ísraels, og það tók enginn eftir að Jesú Kristur var með þeim. En þess vegna, þegar Jesú Kristur fæðist, var komið fram við hann eins og hann væri venjulegur maður. Af því að þessum hópi sem að Guð var búinn að velja til þess að kirkja hans yrði stofnuð, sem liði Guðs, sem að konan Guðs, sem liðið sem að við að tala svo mikið í opinberunarbók, og hann mun bjarga og hjálpa kirkja Guðs. Það þetta. Þannig að Jesú Kristur, því það var komið fram við hann eins og venjulegur maður þegar hann fæddist. Hann fæddist eins og venjulegur maður og hann kom úr fjölskyldu og konu sem að tilheyrði þessum lið sem að var valinn, en því voru allir að syndga því það var enginn að gera vilja Guðs. Það var enginn að standa með boðorðin og lögin Móses. Þar með María og fjölskyldan hennar, og þaðan kom Jesú Kristur. Þannig að út af þess vegna, hér getum við séð þar sem stendur, sekur var ég, ég var til. Við getum sagt að þau sem voru sem sagt valin, þessi hópur, við getum sagt að þannig, sekur var ég var til þegar þau fóru úr Egyptalandi með Móses. En svo getum við sagt líka, Jesús Kristus, þegar hann var eins og maður, hann hefði getað sagt, ég var búinn til af fjölskyldu sem var að syndga, af því konan sem að fæddi Jesú Kristus, fjölskyldan hennar var ekki að gera það heilaga. Þannig að hér getum við séð þetta svo að við verðum ekki rugluð og getum þá skilið hver skipti sem við lesum salmar. Þannig að þetta alveg á hreinu fyrir okkur. Og ef við sjáum næsta vers, sem 8, sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp, svo að ég verði hreinn. Þvo mig, svo að ég verði hvítari en mjöll. Hér
er þessi hópur hér Jesú Kristur sem hlutur af þessum hópi er hann að segja, við erum ekki lengur þann hópur sem að þú valdir eftir, heldur erum við núna kirkjan, við erum liðið þitt, við erum kirkja sem mun vera til framtíðar og börnin þín öll saman munu lofa þér, munu dyrka þig, munu gefa þér heiður og kirkjan þín mun vera mjög stór og stórkostlega því það verður búin til með fólki frá mörgum þjóðum og að því það stendur hreinsa mig með ísopa, vers 9, þið skuli lesa svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítari en mjöll og allt þetta var sagt af fólkinu sem var eftir sagði Jesú Kristur og við segjum það líka í dag að því við komum frá þeim við komum frá þeirri hóp, við erum kynslóðina sem hefur komið frá þessum fólki til sig Guði og þess vegna við kirkja Guðs við segjum við Faðirinn hreinsa mig með ísop svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítari en mjöll en þennan vers hefur uppfyllst og það er að uppfyllast þegar Jesús var krossfestur og þar hreinsaði hann okkur með blóðið sitt til þess að hreinsa syndirnar, til þess að þvo hugsanir hjá okkur öllum, hugan hjá okkur öllum, þannig að við erum hluta þessu sem er hér skrifa. Og við erum að segja við okkar Guð, hreinsaðu mig, þvo okkur að því við viljum vera hvítari en mjöll. Við viljum vera jafn hvít og mjöll eða jafnvel hvítari og dyr sé Guði. Og það stendur hér að 10. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundurmarið. Byrg auglið þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Og já, Faðirinn sagði, ég mun uppfylla óskir ykkar og hann hefur uppfyllt þessa hluti. Og við ætlum að fara að lesa vers númer 13. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Og þetta er allt sem að Guð hefur verið að gera frá því að hann kom frá síðan að Jesú Kristur var krossfestur. Hann hefur verið að gera margt með okkur öllum sem að trúa á hann. Hann hefur hreinsað alla, hann hefur hvítað alla, hann hefur gefið okkur nýjan klæðning. Þetta er það sem hann hefur gert. Á vers 14. Veit mér aftur fögnuð þins hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Segðu hversu fallegt þetta er. Og þetta er sem sagt þau sem að eftir voru að biðja Guði. Og þetta kemur frá okkur og Jesú Kristur gerir við Faðirinn, þannig að við þurfum að fara eftir þessu dæmi og við þurfum að biðja honum. Og á vers 14. Veit mér aftur fögnuð þinn hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Á vers 15. Að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndara megi hverfa aftur til þín. Og dyr sé Guði, ég myndi breyta hérna að ég megi kenna fólki vegu þína og syndarar mun ég predikra fagnaðarerindi svo að þau snúi aftur til þín. Og þetta er það sem að þennan vers á við, að Jesú Kristur mun gera okkur að prestum. Af því að það er að segja kenna afbrotamönnum, það er þau sem eru að syndga. Þannig að við erum að sýna þau vegi okkar, af því við erum að predikana alvöru fagnaðarerindi. Alvöru fagnaðarerindi og rétta vegi til þess að leita að Guði. Þannig að hér er svarið við það sem við þurfum að gera. Og hvað var það
sem að þau sem að voru valin gerði. Og ef við höldum áfram, lesir í vers 16: Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns, lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Þannig að þegar hann segir lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu, þannig að það að segja að við þurfum að predika nafn Guðs í allar áttinar. Hversu stórkostlegur hann miskunina frá honum, blessunina frá honum, hversu góður hann með okkur, hans vald, við predikurum það, svo að það verði, svo að þennan vers uppfyllist, þar sem hann segir lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Og við þurfum ekki að vera hrædd eða skamma okkur eða hugsa hvað aðrir eru að segja, að því að við þurfum að predika að Guð til og að Guð á öllu þessu skilið. Hann á skilið heiðurinn og dýrðina, og hann á skilið að við þekkjum hann, að allar þjóðir, að allan heiminn, allir heimsálfar þurfa að þekkja Guð, að hann til, að það til andi, að það til veru sem að stjórnar okkur, sem að stjórnar allan heiminn, alheiminn, og við gætum ekki lifið án hans. Án hans eigum við ekkert. Hann okkar allt, og hann okkar allt í þessum mannkynnið að eilífu. Og það stendur í vers 17: Drottinn, opna varir mínar, svo að munnur minn kungjör í lof þitt. Og hvað stendur í vers 18? Þú hefur ekki þóknun af sláturfórnum, annars myndi ég láta þær í té, og að brennifórnum þér ekkert yndi. Og þetta eru fórnirnar fyrir Guð. Maður eða kvenmaður sem að trúir, sem að veit að Guð valdur, að hann gerir sig opinbera, hann talar, að hann lífandi. Ég veit ekki af hverju fólk efast að Guð geti talað og hann geti gert sig opinbera meðal okkar. Af hverju á fólk að efast, vitandi það að Guð skapaði okkur, að hafa allt af þessum jörðina. Af hverju er fólk að efast að hann geti talað? Erum við þá að segja að við séum valdamiklar en hann? Þetta væri mjög auðvelt svar sem að við getum gefið fólk. Erum við valdameiri Guð því við getum talað og hann ekki? Nei. Hann talar, og við vorum með miklu fagfræði. Við hugsuðum aldrei út í neitt eða öðru. Við hugsuðum aldrei hlutina sem að Guð getur gert. Hvernig getur það verið að við löpum og getum gert svo margt, en Guð getur það ekki? Hann óhæfur. Hann getur ekki gert sig opinbera við fólk. Og fólk segir nei, þetta getur ekki verið, Guð talar ekki. Við þurfum að tala við fólk. Og við þurfum að tala með rök og visku og þekkingu. Fólk þarf að hugsa og íhuga og rannsaka hlutina. Eins og við hreyfum okkur og höfum getan til þess að gera margt, getur Guð líka gert margt. Hann líka valdamikill, hann talar við okkur, hann verndar okkur, hann alltaf með okkur. Hann alltaf við þann sem opnar hjarta sig fyrir sig. Og svona getum við predikað. Þú þarft bara að opna hjartað þitt. Trúðu að Guð til og trúðu á því sem ég að segja þér. Og þá myndu sjá hvernig Guð mun blessa þig frá deginum í dag. Og svona byrjar Guð að blessa fólkinu. Af því að við vitum þá kannski besta leiðin til þess að tala við fólk Guð. Þegar við hlustum og vitum að fólk í einhverjum þörfum, að þá tölum við með mikilli greind, með mikilli þekkingu. Og við sem menn getum ekki verið valdameiri en Guð. Hann miklu valdameiri en mig. Og eins og við
eins og ég tala, eins og ég hlusta, eins og ég get lofað, þá getur Guð gert nákvæmlega það sama. Hann lofar okkur hluti, hann talar við okkur. Hann alltaf trúfastur, alltaf við okkur. Og þökk sé Guði, þökk sé okkar Guði. Og það stendur hér Guði þekkir fórnir sundurmarinn andir, sundurmarinn og sundurkvæmin hjarta mun þú, ó Guð, eigi fyrirlíta. Þannig að hjarta, maður sem að leitar, sem að trúir, sem að opna hjarta sig til þess að þókna Guði. Og það stendur í vers 19. Guði 20. Gjör vel við sjónsakir náðar þínar, reis múra Jerúsalem. Þannig að, og hér myndi ég segja, gjör vel við kirkjan, af því sjón kirkjan Guðs. Og það heldur áfram hér, reis múra Jerúsalem. Og múra, þetta eru andleg múrar, þessi múrar sem að við erum. Múrar í byggingu. Þegar það bygging, það heldur sig standandi með múra. Með múra sem að heldur því standandi. Og við erum þannig, við getum hugsað að við séum hluta þeirri byggingu sem að Guð að byggja og við erum þar og við þurfum að halda áfram. Þar til síðasta dags lífs okkar þurfum að halda áfram því það það sem að Guð vil. Að við verðum ekki þreytt, á að fylgja vegir Guðs. Og ég veit ekki af hverju það fólk sem að verður þreytt á að leita að Guði og verður kannski 5 eða 10 ár og verður þreytt og snýr tilbaka. Ég meina að segja heyrt fólk sem hefur verið í kirkjunni 20 ár og snýr svo tilbaka því það verður þreytt og ég spyr mig alltaf hverju var það þreytt, hvað kom fyrir eiginlega? Að því vegir Guðs það fallegasta sem að getur gerst fyrir fólk. Ég hef alltaf verið svo ánægð á vegum Guðs, ég alltaf hér svo ánægð öllu sem að tengist Guði. Ég ver alltaf meira og meira ásvangin af Guði, en þetta óvinurinn sem að alltaf svo afbrýðisamur og kemur inn að taka yfir þau sem að hafa verið hér í mjög langan tíma og tekur þau í burtu og þetta það sem að óvinurinn gerir út af afbrýðisemi, það ekkert annað en það. Að því að fólk hefur ekki klætt sig með öllu sem að Guð hefur gefið okkur. Þannig eins og stendur hér að við þurfum að klæða okkur til þess að vera tilbúin, þegar það koma vandamál. Og þegar óvinurinn kemur þá þurfum við að vera trúföst. Við þurfum að vera trúföst og við þurfum að vera endurklætt í þeirri ferð sem að Guð hefur gefið okkur. Og við þurfum að klæða okkur í andlegu hlutina sem að Guð hefur gefið okkur. Og það að treysta og trúa á Guði, að elska Guði. Að vera trúfastur, að vera með fagnaðarerindi og kenningin á hreinu, að vera viss okkur sjálfum og Guð, að það sem að þú ert að gera til þess að þókna Guði, að vera með opin hjarta fyrir Guð, að vera ástfangin af Guði alla daga og það eru allir þessi þættir sem að búa til þeirri klæning sem að Guð vill að við séum í alla daga ævin okkar. Svo að þegar óvinurinn kemur á móti okkur, að við séum þá endurklætt og erum þá viss að ekkert mun koma á móti okkur og ekkert mun geta sigrað okkur að því Guð með okkur og ég mun vinna þessum baráttu í gegnum á móti óvininum okkar. Og þetta klæningin sem við þurfum að vera með á alla daga ævin.
og þau sem hafa verið hér í 5, 10, 20 ár voru þá ekki klætt í þessum. Þau voru ekki endurklætt og þess vegna vann óvinurinn baráttunni. Hann vann baráttunni og eyðilagði þau. Hann stal frá þeim allir þessi andlegu gjafir og eyðilagði þau. Og þetta var mjög leiðilegt og við viljum ekki að Guð leyfi þessu að gerast í lífið okkar því hann hér með okkur og við viljum ekki að Guð leyfi þessu að gerast. Við viljum ekki að Guð leyfi þessa hluti að okkar klæðning fari af okkar líkama, af okkar veru. Við viljum ekki að Guð leyfi óvininum að koma móti okkur. Hann vill að við vinnum þessu, að við séum öll að fara í eilífa lífið, að við sjáum hvort annarri þar. Hversu falleg væri það? Og það eru margir sem hafa fengið frábæru upplifanir af því Guð hefur lofað þessum upplifun svo að þau verði trúfastir á vegum Guðs. Og það stendur hér þegar það stendur á vers 20. Gjör vel við sjónsakir náðar þína, reis múra Jerúsalem. Þannig að við þurfum að biðja Guði og segja við hann með þinni miskunn, með þinni kærleika. Að því þú ert svo góður viljum við biðja þig að byggja Jerúsalem, að byggja kirkjuna sem erum við. Biðju okkur daglega, gefðu okkur valdin heilögum andans, gefðu okkur andlegu gjafirnar. Gefðu okkur skírnina svo að við getum öll haft þennan vald, þennan stuðning frá Guði og að þegar við biðjum fyrir einhvern, þessi gjafir sem að Guð hefur gefið okkur verði að veruleika í lífi hjá þessu fólki. Að þetta verði augljóst og Guð gerir kraftaverk að nota okkur sem tól. Það það sem við erum að biðja Guði og það það sem að þýðir að rísa múra Jerúsalem. Það það sem þetta á við. Og í vers 21, þess að ljúka þessum sálmar, því megi lesa bræður og systur, þá mun þú hafa þóknun á réttum fórnum, að brennifórn og alfórn, þá munum við bera fram uxa á altarið þitt. Þannig að hann sagði, þú ert ekki hrifinn af fórnum, af því að fórnir eru hjarta sem að trúa á Guð, hjarta sem að trúa og treysta á Guði. En málið var að það stendur í vers 20, vers 19 fyrirgefðu, þar stendur þegar kirkjan komið saman til þess að lofa þér og þú hefur gefið andlegu gjöfirnar sem að þú gefur fólkinu, þau sem að trúa treysta og eru trúföst, þegar þú gerir kraftaverk og táknir og undranir, þegar við sjáum þetta allt, ó Guð, og þá mynd þú vera hrifin af hinum fórnunum. Og þá myndu vera hrifin af fórnir réttlæsins. Og einnig fórnir sem að Guð hrifin af eru réttlæti fórnir. Og að vera réttlætur að vera heiðarlegur, vera skipulagður, að vera með kærleika, að vera með mannasiðir, með ást, með miskunn, að vera ekki hrokafullur, að vera ekki á illum vegum, að vera ekki afbrýðisamur, að vera ekki móti aðra. Og þetta það sem að hann vill, að við fórnum okkur sjálfum andlega á okkar slæmum vegum, á okkar slæma hluti, og Guð vill að við setjum það til hliðar til þess að þókna Guði. Og það stendur, þið eru að bjóða mér fórnir réttlætisins.
þið eru að réttum vegum að gera það rétta, að gera það góða. Og það er það sem að Jesús Kristur segir. Og hann segir, ég er hrifinn af þessu. Þú mun hafa þóknunar réttum fórnum, að brenni fórn og alfórn, þá munum menn bera fram öx á altarið þitt. Og það er sem sagt Guð sýnir okkur hvaða vegir við eigum að fara eftir. Hann sýnir okkur að hann hefur miskunn, að hann hjálpar okkur, hann sem sagt býr til betri manneskju okkur, hann hefur miklum þolinmæði, hann gefur okkur tækifæri. Og við viljum þakka Guði fyrir þessa hluti, við viljum þakka Guði fyrir miskunnina og við skulum syngja kór fyrir Guð. Við skulum syngja kórinn sem að bera titli Ég mun þóna þér og Drottinn, 129. Og við þurfum að skuldbinda okkur með Guði og við ætlum að syngja til Guðs Ég mun þjóna þér og Guð með fórnir réttlæsins. Þér sé Guði. Og dýr sé Guði, dýr sé okkar Guð. Lofaður sé hans nafn og við viljum þakka Guð. Því megi fá ykkur sæti og nú ætlum við að hefja spurningarnar sem að við höfum á þessum kvöldi. Vertu velkomin systir María Luisa á mínu landi. Við erum að bíða eftir þér í minni kirkju og ég var að hugsa systir hvað ég á að segja þér að því að því ég verið orðlaus. Ég verið orðlaus og ég veit ekki hvað ég á að segja þér að því fólk hefur sagt þér allt sem að er hægt að segja við þig. Þannig að mér langaði bara að segja við þig að Guð blessi þig að eilífu systir. Ég er með 2 spurningar ef að það er mögulegt í Orðskviðirnir 25. Orðskviðirnir 25 og fyrsta spurningin eru vers 2 og 3. Ég skil ekki samhengið, hvort þetta eigi eitthvað að gera með nútíman eða hvort þetta hefur bara verið í fortíðina. Ég veit ekki hvort þú vil að ég lesi eða, já systir, endilega, mátt lesa. Guði er það heiður að deilja mál en konungum heiður að rannsaka mál. Eins og hæð himins og dýpt jarðar, svo eru konungahjörtun órannsakanleg. Og annarri spurning sem að ég hef er á sami kafli, vers 24. Betri er vist í horni á hústaki en sambúð við þraðskjarna konu. Og þessi önnur spurning sem að ég hef tengi ég með nútímanum eins og konur og hvernig staðan konur eru núna, að þær þurfa að vinna og koma heim og heldur áfram að vinna heima með því að
hreinsa og elda og sinna börnunum og sinna manninu sínum og allt sem það þarf að gera. Og mig langar að biðja þig að kenna okkur konum hvernig við getum komið í veg fyrir að vera þraskjarnar konur þegar við erum með svona mikið ábyrgðum. Og Guð blessi þig og ég mig langar að þakka þér, systir. Ég sé hér að þraskjarna konan sterkari en þraskjarni maður. Þraskjarna konu gerir meira heldur en þraskjarni maður. Og já, þraskjarni kemur líka frá slæmum hegðun og reiði og að geta ekki stjórna sjálfan sig. Og segi ég, ef að þið eru að tala konur, kannski að því að menn eru kannski aðeins mýkri þannig séð. Að því, og ég trúi að það eru kannski líka það líka þraskjarni menn, en þú veist það sem að kannski hér, það sem að þú ert að spyrja. Hér kannski ekki verið að nefna á þessum vers, en við vitum núna að í nútímanum eru þessi illir andar á milli fólks og við höfum lært það í fagnaðarerindi Jesú Krist að það eru til illir andar og að Páll Póstul, hann alltaf að kenna í Biblíunni að við erum ekki í baráttu á móti mannkynsins heldur illum öndum sem að eru á meðal okkur og sem að eru inni fólki líka, börn og konum og karlmönnum. Og þessi illir andar eru inni fólk og þessi illir andar, það er meðal, það er andi, það er sem sagt andi sem að gera það að fólk latur, fólk sem að vill alltaf sofa, fólk sem að sefur og vill ekki vinna. Það er það mannski sem er með illur andi sem að sefur, sem að gerir það verkum að mannski að sefur. Svo er líka þau sem eru lygarar. Það er andi sem er inn í mannskina sem gerir það verkum að fólk lygur. Þannig að það eru andar fyrir allir þessi veikleikar, þessi hlutir sem við köllum syndir og þau taka yfir fólk. Það skiptir ekki máli hvað aldur það er, en fólk byrjar þá að hegða sér í ákveðum formum. Þannig að við tölum þennan þraskjarna konu. Það er líka þraskjarni, líka illur andi. Og hér er spámaðurinn að segja betri er vist í horni á húsþaki sambuði þraskjarna konu. Og kannski að hann veit bara að manneskjan er kannski það reitt alltaf og það er svo erfitt að búa með manneskjuna að hinn vil þá alltaf vera í burtu og vil ekki hafa neitt að gera með þeim. En það í dag, ef að það er manneskja, ef að það er kona sem er með þennan anda, með þessu millum anda, við skulum bara vona að manneskjan komi í kirkja, að því Guð mun taka það í burtu, Guð mun fjarlæga þessi andi og mun gera verkum að hún verður frjálsari. En það getur líka verið að fólk, að það sé ekki til, að það komi ekki í kirkjuna og það er til fólk með þessum öndum, já, og þessi andi, þráskefnin, það gerir að verkum að það er kannski erfitt að vera í kringum manneskjuna. Og hér var hann sem var að skrifa orðskriðirnir var að skrifa það sem hann sá í kringum sig og hann var ekki að gefa lausnir, heldur var hann bara að skrifa hluti sem hann sá og hann talaði það sem hann sá, hvort það sem væri gott eða slæmt, en hann gaf engar lausnir við þessu. Við sem þekkjum fagnaðarindi, já, við gefum lausnir við þessa hluti og með Guði getum við gert allt. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum þá að finna lausn á. Og systrinn las líka í vers
2 og 3. Og hér stendur: Guði það heiður að dylja mál. Þannig að það að segja, það sem að Guð á við hér að vera ekki að slúðra. Að vera ekki að slúðra og tala aðra. Hann vil fólk sem er hygginn. Fólk sem andlega hygginn líka. Og það sem að Guð vill að við séum ekki að slúðra og við séum hygginn, svo við séum ekki að koma öðrum í vandamálum. Þannig að Guð að segja hér: ég hrifinn af þeirri mannesku sem hygginn, sem ekki að slúðra, sem kann að hegða sér og ekki að tala illa aðra. Ég þóknast af svona fólki. En svo stendur hér: en konungum heiður að rannsaka mál. Að rannsaka þá hverju? Að rannsaka vandamáli. Þannig að hann sem hygginn, hann sem kannski heyrir eitthvað eða sagt einhverju og hann heldur þessu fyrir sig og hann fer ekki að slúðra eða tala. En konunginn eða stjórnandi, hann þarf að rannsaka máli til þess að sjá hver hefur rétt fyrir sig, eða hver að segja satt, eða hver að gera það slæma, hver að ljúga, eða hver það sem að byrja með þessu, því það leiðir til annars sem verður svo kannski einhverju slæmu. Þannig að eins og í daginn í dag þessi konungur, það sem sagt dómarinn. Dómarar eiga það að dæma fólk og rannsaka málin og sjá hver á rétt fyrir einhverju eða ekki. En ég sem manneskja, venjuleg manneskja, ég þarf að vera hygginn og ekki vera að slúðra og tala hluti. Og vers 3. Vers 3, það allt annað mál. Í orðskviðirnir hver vers fyrir sig allt annað mál. Það eru hlutir sem að gerast á daglegu lífi hjá mannkyninu sem að Sólómon skrifaði hér. Hlutir sem að gerðust daglegu lífi og hann skildi þessu eftir hér fyrir okkur að lesa og rannsaka og kannski finna lausnin við því. Hann gaf engar lausnin, hann bara talaði það sem hann sá og heyrði, og það bara í þínum hugsun hvernig þú mynd leysa það. Og það stendur vers 3: eins og hæð himins og dýpt jarðar, svo eru konungahjörtun órannsakanleg. Og hvað haldið þið að þetta sé þannig? Fólk sagði einu sinni, fólk, og hver rannsakar dómaran? Enginn. Það rannsakar enginn dómarinn. Dómarinn gerir hvað sem hann vill. En í dag, í nútímanum, það eru allir rannsakaðir. Hvort það sé ráðherra, dómar eða hvað sem Og ef þeim fundið sekur fyrir einhverju, segjum ráðherran sekur fyrir einhverju, og þá honum hent út úr síni stöðu. En í þeirri tíma, í fortíðina, það mátti ekki gera við þau sem voru að stjórna. Svo þetta væri slæmir stjórnendur. Þannig að þetta var svolítið mikið að þeir máttu koma stöð með margt. En daginn í dag mjög miklu meira af lögum og þannig hluti, þannig að það kannski rosalega slæmur ríkisstjóri eða forseti eða hvað sem að þeim, þá málin rannsakað og þeim fundið sekur, þá þeim bara hent út úr stöðinni. En það svo sem ekki alltaf, en það yfirleitt. En hér á þessum tíma, það sem hann var að segja, eins og hæð himins og dýpt jarðar, svo eru konungahjörtur órannsakaleg. Og það nær enginn í himinn, en það nær enginn í dýpt jarðar, því það svo heitt að fólk myndi brenna sig. Þannig að hann segir hér, konungahjörtur eru órannsakaleg. Þannig að á þeim tíma gerði konungur allt sem hann vildi. Ef hann sagði það þarf að drepa þessum eða gera þetta með hinum og hinum, þá átti að gera það. Þið verið að drukkna þennan, og þá þurfti fólk að hlýða, og það mátti ekki rannsaka konungun, og það það sem hann að tala hér. Hann að skrifa veruleikan, það sem hann sá. Hann sagði aldrei þetta slæmt eða þetta gott, því dæmi sem lesendur.
Og við munum halda áfram með annarri spurning. Systir María Luisa, góðan daginn. Hversu ánægjulegt að hafa þig aftur hér í Buenos Aires og sjá þig hér fyrir framan okkur persónulega. Við sjáum þig hér vikulega á myndbandinu og við viljum þakka þér fyrir allt sem þú kennir okkur alltaf. Og spurningin sem ég hef verið Rómverjabréfið kapli 8 vers 29 og til vers 30. Rómverjabréfið kapli 8 vers 29. Því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhuga til þess að líkjast minn sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal margra bræða. Þá sem hann fyrirhugaði þá hefur hann og kallað og þá sem hann kallaði hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti hefur hann einnig vegsamlega gjört. Spurningin sem að ég hef var andinn okkar áður en við vorum til líkamlega. Og einnig langar mig að spyrja, Guð hefur sendt okkur hér líkamlega, er það svo að andinn okkar verði fullkomin og svo að við séum endur byggð sem hans börn? Já, systir. Áður en við vorum búin til líkamlega vorum við englar eða andar og við vorum með Guði. Þannig áður en að mannkynið var til vorum við þannig, en þegar Guð skapaði mannkynið líkamlega, þannig að það sem að gerast í hver skipti sem að Guð ber til, það sem að þegar Guð býr til einhver líkamlega, hann sendir andi í líkamann, og það sem að Biblinn segir er að þegar við komum í eilífa lífið þá munum við muna eftir hvernig við vorum áður. En já, við vorum andar, og það stendur í Biblinni að andinn er gefinn af Guði, og þegar einhver deyr, líkaminn verður að dufti, en andinn fer fyrir framan Guð því hann var sá sem að gaf andanum. En við ætlum nú ekki að byrja að ímynda að hugsa hvernig við vorum áður, og því kannski margir segja ég man ekki eftir að hafa verið með Guði áður en Adam og Eva voru búin til. En þegar við komum aftur í eilífa lífið munum við vita hverjir við erum, og það er það sem stendur í Bíblíunni, að Guð mun ekki taka frá okkur þessari blessun sem var að við vorum búin til áður en mannkynið var til, en svo vorum við sent þegar fólk var búin til. Þannig að þetta er í raun og veru sem verðlaun fyrir þau sem ætla að vera með Guði, og það verður sem refsing fyrir þau sem hafa valið að gera aðra hluti. En við ætlum að berjast áfram til þess að vera með Guði, því það sem hann hefur upp að bjóða til okkar er mjög fallegt í eilífa lífið, og við höldum áfram. Góðan daginn, systir, Guð blessi þig. Við vonum að þú sér mjög ánægð að vera hér með okkur. Já, ánægð, og við erum að hafa ykkur öll í heimsókn. Systir, ég dáist mjög mikið að þér. En það sem ég dáist mest er ástríðan sem þú hefur fyrir Guð, fyrir hlutina Guð. Og í hvert skipti sem að ástríðan minn fellur, eða ég verð kannski veikari í því, þá hlusta ég að bíblukennslu og ég verð aftur
komið með þeirri ástríðu sem að ég var, og ég veit að ég er ekki svo eina sem lendir í þessu. Og ég ætla að spyrja þig spurningu varðandi andvinnan mín. Ég er sem sagt sálfræðingur. Ég er sem sagt sálfræði og ég er að vinna á spítalanum að aðstoða fólk sem er með geðveiki eða geðmálum að ræða. Og hér í Argentínu, að fara til sálfræðingins, er raun og veru hlut af menningi og hlut af mjög mikið af fólki. Og það sem ég langar að spyrja er kannski spurning sem að er tengt andvinnan mín. Og ef við fórum í 1. Pétur, kapli 2, vers 13. Og þar stendur: Verið drottins vegna undirgefnir allri mannlegri skipan, bæði keisara hinum æðsta. Svo langar mig að spyrja, það var spurt einu sinni í bíblukennslu fólk sem var í samkynhneigð, og svarið sem að þú gafst var að þetta væri synd. Í Argentínu eru lög þar sem að fólk getur valið raun og veru hvort að það telst sig vera kona eða karlmaður, og þú átt rétt á að lifa lífið þitt samkvæmt lögum eins og þér finnst það að vera. Í Argentínu fellur það undir lækniskostnaðinn og sem sagt til þess að breyta kyn. Og þetta er eitthvað sem að ríkið sér og sálfræðishjálp er eitthvað sem að fellur undir þeirri ferli. Þegar fólk sem er í þannig ferli koma til mín í vinnuna mína, þau eru að bíða eftir að hitta sérfræðingur og ekki kona sem er í kristni trú. Og það sem ég langar er að segja þér að ég elska Guð. Ég elska Guð og ég vil ekki gera hluti sem að þóknast ekki Guði. Og mér langar að vita hvernig ég á að hegða mér í þeirri vinnu sem ég er. Já, systir, þú þarft að vera sérfræðingur í því, þetta er vinnan þín. Þú skalt bara spyrja fólki, ert þú ánægð? Hvað gefur þér ánægja? Hvernig líður þér? Líður þér vel? Ertu virkilega glaður eins og þú ert? Ertu hamingjusamur? Það sem að gerist er að mjög mikið af fólki þykist. Það þykist að innan vera ánægð og þykist vera, en að innan eru þau að þjást mjög mikið. Þau eru að þjást og það er kvöl fyrir þau að vera til. Og þetta fólk gerir þetta aldrei opinbert af því þau eru feimin, eða þau vita að það er enginn sem að mun hjálpa þeim að komast áfram eða gefa þeim lausn á vandamálin. Þannig að þau þykjast. Þau þykjast, og ef þú kemur og spyr, að þá getur þú kannski náð í þeirri trú sem er og sannleikan sem er í hjarta. Og ég hef talað við þannig fólk og ég hef spurt og fólk hefur sagt mér, ég er óhamingjusamur, ég er ekki glaður, það er engin hamingja í mig, og ég hef stundum reynt að drepa sjálfa mig að því ég er ekki ánægður eins og ég er. Þannig að það er þegar þú segir við þau, af hverju leitar ekki til Guðs, af hverju trúir þú ekki á Guð? Hugsaðu Guð, hugsaðu um það sem skapaði heiminn og skapaði mannkynið. Biðdu til hans, talaðu við hann og þú munt sjá að hann mun gefa þér gleði og hamingja. Og þetta er það sem við þurfum að gera. Takk, bræður og systur. Þú segir, þú ert að vinna, en það eru kannski stundir, það eru sálfræðingar sem ég þekki í kirkjuna. Þau, að einhverju leyti með mikilli þekkingu og visku, tala Guð.
af því það það sem skiptir máli í lífinu. Ég þekki einn sálfræðingur og hún sagði mér að ofbeldisfullir ungt fólk myndi koma til hennar og þau komu stundum með hnífa og myndi draga það upp og voru að hóta fólki og voru að hóta kennarana sína. Og þessi sálfræðingur, hún var mjög hrædd og hún sagði, hvað á ég að gera? Þau draga upp hníf allt í einu, hvað á ég að gera? Við erum á skrifstofan mín og allt í einu koma þau með hníf og hóta mér. Og ég kendi henni og ég sagði, talar þú við þennan manneskja? Spurðu, ertu glaður? Ertu hamingjusamur? Segðu mér, hvernig líður þér að innan? Ertu hamingjusamur? Hvað viltu í lífinu? Hvað væri áætlunni þinn í lífinu? Hvað langar þau að gera í framtíðina? Og reyndu að finna eitthvað og þú munt finna að óhamingja sem í hjarta þeirra og þess vegna eru þau svona dapurt. Og þá getur þú tala við þau, sagði ég við hana, og þá getur þú tala Guð og spyrja, veistu að Guð til og hann elskar þig og hann mjög falleg áætlun fyrir þig og hann mun blessa þig og gera þig hamingjusaman og Guð mun gefa þér hamingjan. Þannig leyfðu Guði að stjórna líf þitt, hugsaðu og íhugaðu Guð, ekkert meir. Þú þarft ekki að bjóða þeim að koma í kirkjuna, ekkert þannig. Heldur bara að láta þau hugsa Guð og það mun hjálpa manneskjuna og Guð mun hjálpa þann mannesku. En við ætlum ekki að gagnrýna. Stjórnvöldin, lögin eru að hjálpa fólkið. Og þau eru að gera það vel og veitir af hverju, að því ef að þið hlustið í fortíðina hvernig það var, segjum fyrir 100 árum síðan, 150 árum síðan, hvernig var fjölskyldan þegar það voru börn sem voru þannig, sem voru samkynhneigð. Þau voru annarkvort drepin eða hent út úr húsinu og að milli bræðra. Ef það var einn sem var með þennan vandamál, bræðurnir sem voru eðlilegt eða þannig samfélagslega eðlilegt, drápu þann sem var samkynhneigð. Af því þau sögðu, þú ert ekki þetta eða hitt og drápu þau. Og þetta heyrum við í sögunni. Við heyrum þetta í bækurnar og það sem skrifað sögu. Og þetta voru menn, þetta var mannkynnið. Þannig að mér finnst mjög vel gert af lögum að reyna að leysa þessi vandamál af því að þetta fólk hefur alltaf verið skilin eftir og út undan að búa út á götu. Þau urðu í vændi og vandamál fyrir samfélaginu og fólk þar að lifa af einhverju. Og ef enginn gefur þeim vinnu, af því að þau voru skilin eftir af samfélaginu og fyrirtækjunum og vinnum og enginn gaf þeim vinnu, hvað gerðu þau? Þau fóru að stunda vændi eða gera slæma hluti. Og þetta finnst mér gott af stjórnvöldin að reyna að hjálpa fólki og stjórnvöldin þekki ekki Guð, þau hafa ekkert Guð. En stjórnvöldin að reyna að setja lausnir við vandamálin, þannig að þetta finnst mér alveg vel gert. Og þau eru sem sagt að gera það að verkum að fyrirtæki að bjóða þeim vinnu. Og eru að leyfa þeim að eiga rétt á að fá vinnu og eiga rétt á að geta keypt sér húsnæði. Þannig að við eigum ekki verið að gagnrýna eða leggja fólki í einelti af því þau eru þannig. Nei, það er ekki það sem við gerum. Þannig að ef við erum með góð hjarta þá þurfum við líka að taka titill til þessara. Og það sem við segjum við biðjum Guð að hafa miskunn fyrir fólkið af því þau eru ekki ánægð. Þau þykjast eru ánægð, þau eru ekki ánægð. Það við skulum biðja Guð að gefa þeim hamingja og gleði. Og við skulum bara biðja til Guðs og segja, gefa þeim gleði og hamingja. Og hald þú áfram að gera vinnuna þína, en kannski blandaðu pínulítið frá Guði og legðu hendur yfir þau.
ekki kannski beinlínis en kannski segðu leiðu mér að gefa þér knús og með þeirri knús skaltu biðja Guð og þá getur þú beðið Guð svo að Guð byrji að gera verki í lífi þeirra og þá skaltu segja við þau ef að þú trúir á Guð að hann sé til, hann ætlar að gefa þér gleði og hamingja. En á meðan haltu áfram í lífina, taktu réttu ákvörðunar svo að þú sjáir ekki eftir því í framtíðina en þú skal biðja Guð og ég nokkuð viss að Guð mun hlusta þig, hann mun gefa þér drauma og hann mun kenna þér mjög mikið af hlutum. Það alls ekki ómögulegt fyrir Guð að gefa einhverju heimilisfangi til að koma í kirkjuna. Þannig ef að Guð vill bjarga einhverjum, kannski ertu þar til þess að bjarga þessu fólki. Þú ert með alveg nóg mikið að vinna. Jæja, systir. Og veistu það? Sálfræðingar gera sína vinnu. Þau gera bóklega vinnan, en systirinn hefur með tvær vinnur. Bóklega vinnan og það sem kemur frá Guði, andlega vinnan. Hún með alveg full starf og hún getur unnið og bjarga sálum fyrir Guði á sama tíma. Ok, við ætlum að leyfa einni spurning til viðbútar. Systir, góðan daginn og velkomin til Argentínu. Mig langar að heilsa upp á þér og takk fyrir að kenna okkur með svo mikilli ást. Og mig langaði að spyrja þig ein spurning í Biblíuna í Míka kapli 7 í vers 8 til 10. Þetta eftir Jóna, þar Míka. Vers 8 til 10. Má ég lesa, systir? Hlakka eigi yfir mér fjandkona minn, því þótt ég sé fallin, rís ég aftur á fætur, þótt ég siti í myrkri, þá drottinn mitt ljós. Reiði drottins vil ég þola, þegar ég hefi syndgað á móti honum, þar til hann sækir sök minna og lætur mig ná rétti mínum. Hann mun leiða mig út í ljósins, ég mun horfa ánægð á réttlæti hans. Fjandkona minn mun sjá það og smán mun hylja hana, hún sem nú segir við mig, hvar drottinn Guð þinn? Augu minn munu horfa hlakkandi á hana, þá mun hún verða troðin niður eins og saur á strætum. Og systir, spurningin mín á vers 8 og 10, þar sem hann að tala við fjandkonan og mig langar að vita hver verið að veisa til. Það verið að vísa til Ísraels liðið eða Jerúsalem sem höfðu syndgað fyrir framan Guð. Og í einn af bókunum í Biblíuna segir, Guð segir að hann hafi verið óvinur liðsinn vegna syndgarnir frá Júda og Ísrael og að því þau synguðu þá var Guð að óvinni þeirra. Og hann segir fjandkona af hverju að þegar Jerúsalem eða Júda liðið var táknin eða þau voru sem sagt táknin eða líkmyndin fyrir kirkjan, fyrir andlega kirkjan. Og hér var verið að tala kirkja Guðs og kirkja Guðs var í raun og veru grunninn af þessu liði. Í þeirri grunn var kirkjan Guðs og þið munið eftir að við vorum að tala fólki sem var eftir sem var valið. Hér við að tala að Guð hafði valið Jerúsalem af öllum stöðum til þess að vera grunnur svo að musteri Guðs gæti verið risið upp þar. Og þar var Sólómon og hans musteri og Guð var að horfa þann Jerúsalemin, hann var að horfa framtíðina á andlega Jerúsalem sem kirkja Guðs. En þetta var líkamlega Jerúsalem og þeir syndguðu og móðguðu Guð og voru að óvinnum þeirra og þess vegna segir Guð hér fjandkona mín
Og þess vegna segir hann hér í vers 8: hlakka eigi yfir mér, fjandkona mín, því þótt ég sé fallin, rís ég aftur á fætur, þótt ég siti í myrkri, þá drottinn mitt ljós. Og að því þau sem voru valin til þess að halda áfram með kirkja Guðs komu frá Jerúsalem, og það var svo margir þar sem synguðu. Það var 5.000 manns þar sem að Guð hafi valið, þar sem að kirkjan ætti að koma frá. Og hann segir hér: fjandkona mín, að hlakka eigi yfir mér. Ég féll, en Guð mun leyfa mér að rísa aftur í gegnum Jesú Krist. Þannig að þetta það, og þess vegna talaði hann svona að hann væri óvinur þeirra. En það var því að Jesú Kristur ætlaði að gera kraftaverk í krossinum, og það ætlaði Guð að leyfa þessu fólki sem eftir var, og ætlaði að leyfa þeim að vera sem góð fyrirmynd, og ætla að byggja kirkjan og rísa upp kirkjan. Og þar erum við núna, og við erum hluta kirkju Guðs. Og hér í vers 9, þar hann segja: reiði drottins vil ég þola, því að ég hefi syndgað á móti honum. Þá var hann að tala syndirnar sem að liðið gerði, og hann segir: þar til hann sækir sök minna og lætur mig ná rétti mínum. Og á vers 11 stendur: sá dagur kemur að múrar þínir verða endurreistir. Þann dag munu landamerkin þín færast mikið út. Og það gerðist þannig með Jesú Krist að Jesú Kristur kom aftur til þess að endurreisa kirkjan sig. Og þar uppfyllist þennan vers frá Míka, þar sem að kirkja Guðs heldur áfram, ekki lengur með sömu fólki, heldur með nýju fólki, af því að kirkjan og allt sem að tengist Guði núna andlegt. Og þess vegna segjum við að við séum andlega Jerúsalem, andlega Ísrael liðið, af því líkamlega Ísrael liðið, það til Ísrael, en við erum andlega Ísraels liðið. Í tákn, í líkmynd, og það það sem að Jesú Kristur gerði í krossinum. Bræður og systur, áður en ég klára langar mig aðeins að tala fólkið, það sem að við vorum að ræða samkynhneigði, þau sem að langar að fara í aðgerð til þess að karlmenn sem að vilja vera konur og konur sem að vilja karlmenn. Og ég var að segja að ríkisvöldin, að þau þekkja ekki Guð, það sem þau gera að reyna að gefa lausnir og setja lög til þess að gefa öllum réttir. Eins og í fortíðina mátti kona ekki kjósa, mátti kona ekki vinna í fyrirtæki, mátti ekki fá laun. En svo eftir að komu lög þar sem að það verndar og gefur konun rétt á öllum þessum réttum. Og það það sama þar sem að ríkisvöldin að gera með þannig fólk. Og við vitum, og ég vil að þið vitið að samkynhneigt fólk fólk sem með andar sem að hefa, andi sem að hefur tekið yfir þennan líkama og hefur tekið yfir þau. Stundum gerist það í meðgönguna, stundum þegar þau eru mjög ung, eða þegar þau eru á unglingsaldrinu. Og það hefur enginn vald til þess að breyta mannkyni, til þess að breyta menn. Það getur enginn komið að dæma og breytt öðrum. Ef að eitt með galli, þá einhver annar með öðrum galla. Ef að eitt hefur eitt vandamál, þá einhver annar með annað vandamál. En varðandi samkynhneigðið, þá segjum við, það ekki honum að kenna að það hafi einhver andi komið og tekið yfir líkama og gefið honum þessir hugmyndir og í raun og veru að stjórna líkama þeirra og leyfir þeim ekkert að hegða sér eins og venjulegur maður eða kona. Og hver sá einnig sem getur breytt?
og líka eins og þau sem drepa, morðingjar til dæmis. Þetta andi sem hefur tekið yfir þau og þar afleiðandi verður fólk morðingjar. Segjum að morðingin og samkynhneigða manneskjan koma í kirkjan. Guð hefur vald til þess að breyta þau bæði, en við sem menn getum ekki verið að dæma aðra. Af því eins og Jesús Kristur sagði, hann sem aldrei hefur syndgað skal þá henda steinn. Því það yrðum við að dómarar ef við fórum að dæma aðra. Og það er ekki það sem við viljum gera. Við þurfum að biðja Guð miskunn, af því það er svo mikið að syndum og þetta er allt skapað að óvinnunum. Og það eru til kannski morðingjar sem að vilja halda áfram að vera morðingjar og vilja ekki breyta, eða samkynhneigð fólk sem að segir ég vil ekki breyta, ég vil halda áfram mínu lífi og gera það sem að ég vil. En svo koma aðri sem að kannski segja ég vil vera hamingjusamur og glaður og ég vil að Guð breyti mig. Þannig að þetta fer eftir fólkinu og það er svo margt þar sem að við getum ekki verið að dæma, heldur miskunnarfull fólk og við þurfum að biðja fyrir aðra, biðja fyrir fólkið. Þann sem er inn í kirkjuna hér og hefur kynnst Guði og er að njóta hlutina frá Guði og er ennþá í kirkjuna og er með andlegu gjöfum og er búin að vera hér í ég veit ekki hversu mörg ár og er kannski ennþá þjófur eða í fylleri eða morðingi eða samkynhneigður, þá er það illa séð. Þetta fólk sem að hefur ekki breyst og vil ekki breyta og vil ekki vera með Guði, þá mega þau bara labba út. Þau mega bara labba út og þurfa ekki að breyta ef þau vil ekki breyta. En ef þau ætla að vera hér sem slæm fyrirmynd, þá viljum við ekki að hafa fólki hér. Það er munurinn. Það er munurinn. Þannig að við þurfum að vera miskunnarfullir, þurfum að biðja fyrir þennan fólk, við þurfum að biðja Guði fyrir þetta fólk og þar munum við sjá breytingar. Eftir 1 eða 2 ár, ef við munum sjá breytingar á fólkinu, af því að Guð breytir fólki gjörsamlega og þegar hann gefur fólki lofur, þá gerir hann það. En það eru sumir sem eru mjög þrjóskir og segja nei, ég vil ekki breyta, ég vil ekki snúa lífi mínu. Og þau enda með að fara úr kirkjuna. Þannig að þetta allt er ég að segja ykkur svo að þið gerir ykkur grein hvernig hlutinar eru. Svo að þið getur gert ykkur grein hvernig hlutir eru hér og að við þurfum að gera allt með mikilli þekkingu og visku og við erum ekki dómarar til þess að dæma aðra. Heldur þurfum við að vera með miskunn og biðja fyrir aðra. Við þurfum að biðja fyrir þau og gefa þeir handa yfirlagningu. Það er mjög mikið að syndum, ekki bara einn, það er mjög mikið að því. Já, kannski er eitthvað sýnilegra en annað og fólk á það til í að dæma, fyrir það sem er sýnilegra. En það eru svo eru syndir sem er mjög auðvelt að leyna, eins og framhjáhald sem að enginn sér og þú kemur síðan hér eins og ekkert hafi gerst, en Guð sér allt. Þannig að við skulum vera með visku, með mikilli þekkingu og við skulum ekki vera að dæma, heldur biðjum við og biðjum Guð að frelsa fólk. Það eru allir velkomin sem hér koma, þau sem eru út í heimi, við getum ekkert gert fyrir þau, en þegar þú hefur tækifæri, eitt orð sem að eitt orð, eitt bros og að bjóða þeim að kynnast Guði, þau sem eru sálfræðingar, þau sem eru læknar og þurfa að vinna í þessum svæðum, þá vitið þið núna hvernig þið koma fram við ykkar fólk. Og ég hef heyrt frá mörgum stöðum þar sem að fólk eru læknar og
og eru með sjúklingar sem eru með ólæknandi veikindi og hvað sem þau gera er að þegar það er ekkert sem getur læknað þetta fólk, þá segja þau, eina sem ég hef upp að bjóða þér er að fara í kirkjuna, að biðja Guð að lækna þig. Svona þurfum við að vinna fyrir Guð. Og það sama hefur gerst við prestar, kaþóliskir prestar. Og ég man eitt sem var kaþólskur prestur og fólk kom aftur til hans til að segja hann vandamálin og þegar hann hafði einhver svör þá sagði hann, veistu hvað þú þarfst að gera? Ég þekki kirkju og hann sendi fólki í okkar kirkja. Þannig að það er það sem við þurfum að gera. Hafa þekkingu og visku fyrir framan öllum. Vera með greind og miskunnarfullir og við þurfum að vera með mikilli greind hvernig við komum fram við aðra, þau sem eru hér í kirkjuna eða þau sem ekki eru hér í kirkjuna. Nú ætlum við að þakka Guði daginn í dag og þakka Guði fyrir tíman sem við vorum hér í dag að íhuga og rannsaka Guð, að tala hann og að tala Guð er það fallegasta sem við gerum í lífinu. Að tala kraftaverkin sem hann gerir, það er eitthvað sem við njótum okkur. Að sjá vald Guðs, að sjá það sem hann gerir við okkur, það er eitthvað stórkostlegt. Það er eitthvað sem við höfum engin orð til þess að segja hvað hann er og hvað hann á skilið. Og við viljum þakka Guð og ég veit að hann er mjög ánægður með okkur öllum og því hann hefur séð okkar hjörtu í dag og við ætlum að þakka Guði og áður en við byrjum ætlum við að syngja kór, númer eða kór sem ber að titli Undur að Guð fann mig. Undur að Guð hefur fundið okkur og þessi kór er númer 137. Dios poderoso Señor, vamos a orar al Señor. Blessaður og valdamikill Guð, við skulum biðja öll saman og þakka Guði og við ætlum að lofa Drottinn og við skulum frelsa heilögum anda í dag. Valdamikill Guð, takk fyrir þessum degi. Takk fyrir þessari veislu að því við höfum komið hér og verið fyrir framan þig og við höfum njótið okkar. Við erum að njóta frá valdinum, frá heilögum andan, frá þín í nærveru og að sjá hvernig þú hefur verið að horfa á okkur nær, allt sem við gerum, hvernig okkur líður og þú hefur séð okkar hjarta. Okkar hjarta, við erum ánægð, sál okkar er ánægð að því við höfum tekið þann tíma til þess að hlusta á þinni orð, til þess að íhuga og rannsaka orð þitt, til þess að tala undranir og kraftaverki sem þú hefur gert og allt sem þú hefur gert á meðal lið þitt, á meðal börnin þín, á meðal kirkjan þín. Takk fyrir að hafa munað eftir okkur. Takk fyrir að hafa horft á okkur í öll lönd, að því þó að við séum fá er þetta söfnuður sem hefur hjarta fyrir þig og ég veit Guð að í þessum
í þessum löndum mun þú vera miskunnafullur og þú mun hafa miskunn fyrir þeirri lönd og þeirri borg þar sem að fólkið sem að leita að þér og þú mun hjálpa okkur svo allt gangi vel, svo að við getum haft þann frelsi til þess að leita að þér, að lofa, að dyrka þér og Guð með frelsi, svo að enginn komi í veg fyrir það að við getum lofað þér. Og takk fyrir að hlusta á okkar bænir, takk fyrir að hlusta á óskir okkar, að því sem að við biðjum þig, og takk fyrir að horfa, að því þú horfir á það sem að okkur skortir og þú horfir á hverjum og einum og þú horfir á þeim sem eru veik, þau sem eru veik hér í dag, þau sem eru heima hjá sér eða á spítalunum, öll þau sem að þurfa á þig að halda, sem að þurfa frá þinni miskunn og þinni kærleika, sem að þurfa frá þinni lækning. Við viljum að þú læknir og frelsir, að þú takir í burtu öll þessi ólæknandi veikindi, allir þessi illir andar, allir þessi djöflar og seiðiskraftin, þessi gildra sem að hafa verið sett í líkamannum hjá fólkinu, sem eru að gera ilskan, sem eru að láta fólk þjást og kveljast. Og Guð, verð þú að frelsa þau sem að eru bundin, verð þú að frelsa og hreinsa hverjum og einum, frelsaðu og Guð, slítaðu böndin, verð þú að lækna og Guð, verð þú að lækna og frelsa, blessaðu fólkið, verð þú að hjálpa hverjum og einu á vegum þeirra, horfðu á óskir þeirra, að því sem að þau óska í hjarta þeirra, verð þú að uppfylla óskir hjá öllum og verð þú að rétta út höndina yfir alla og Guð. Þau sem eru að horfa myndbandinu hjá okkur, þau þurfa á þig að halda líka. Í hver skipti sem þau horfa myndbandið og Guð, verð þú að rétta út höndina, þína kraftaverka hönd, gefðu þeim ánægja, gleði, hamingja og Guð. Takk og Guð, takk Guðlegur Faðir og takk fyrir að hlusta á okkar bænir, takk fyrir að hlusta og heyra okkur. Takk Faðir að eilífu, blessaður að eilífu, blessaður alltaf. Lofaður sé þitt nafn, ó Guð, sendu andlegu gjafirnar og kraft og vald heilögum andans og gefðu þau skírnin við heilögum anda, gefðu þeim andlegu gjafirnar svo að þau fái valdið frá himninum, svo að þau fái heilögum anda. Verð þú ó Guð að taka í burtu, hindranir sem eru á vegum þeirra, gefðu þeim gleði, hamingja, hjálpaðu þeim að leysa vandamálin, fjölskyldu vandamálin sem eru til staðar, þau sem eru að skilja sig, þau sem eru með fjölskyldur sem eru skipt, sem eru með vandamálum í fjölskylduna. Ég vil biðja þig að rétta út höndina og blessa heimilin, blessaðu foreldrar og börnin og þau sem eru að byrja hér í kirkjuna á þessum vegum, líka þau sem hafa verið hér í langan tíma. Verð þú að rétta út hönd þína svo að þau geta lifað vel fyrir framan þig, svo að þau geti verið stöðugt í lífi þeirra, í heimili þeirra, að njóta af nærveru og andveru þinni, ó Guð. Lofaður sé þitt nafn, blessaður að eilífu og blessaður sé konungur Ísraels, Guð Jakobs, Guð Abraham, Guð Ísak. Takk ó Guð, þú ert okkar Guð, þú ert okkar konungur og við viljum lofa þér, við viljum blessa þig og þínu nafni.
Blessaður og valdamikill Guð, Guð ert þú, sem að lifir að eilífu, takk fyrir, ó Guð, og blessarnir fyrir alla, komdu með alla, farðu vel með alla heim til sín, farðu vel með alla, ó Guð, takk fyrir, og einnig langaði mig að biðja þig að blessa alla sem að eru hér, leyfðu þeim að finna fyrir nærveran þín, leyfðu þeim að finna fyrir kærleikan þín, fyrir þínum hlýju. Vertu í hjarta og hugan og lifi hjá hverjum og einum hér. Takk, ó Guð, halleluja, Kristur og dýr Guðs. Dýrðamikill Guð, við viljum lofa þér og blessaður sért þú, ó Guð. Við viljum þakka þér, ó Guð. Con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Sí, Señor, gloria a ti. Já, ó Guð, og dýr sé fyrir þig á hverjum einasta degi, ó Guð. Við viljum lifa með Guði, því það er fallegt og við viljum þakka Guði deginum í dag. Vertu hér með okkur og leita okkur, ó Guð, heim til okkar. Por mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias, Señor. Takk, Guð. Og dyrðina sé fyrir okkar, Guð, á þessum degi. Takk fyrir, mín kæru bræður og systur, hér sem eru í Argentínu og líka þau sem eru að fara að horfa á okkur á myndbandinu.
Við viljum heilsa upp á ykkur öllum og líka þið, allir sem að fara að horfa á okkur á myndbandinu. Guð blessi ykkur öll. Guð hjálpi ykkur öll. Og ég veit að Guð hefur gefið öllum stór blessun og öll þeir sem að horfa á okkur á myndbandinu. Í hver skipti sem þið horfa á myndbandinu munu þau fá blessun frá Guði. Takk fyrir og sjáumst bráðum. Takk og Guð blessi ykkur. Takk.